stjörnurnar, því álíka margir verða þínir niðjar, svo takt af stað og taktu með þér rót. Og skundar á brott, svo beina ber, andur nýr fer í þennan túr, svo skemmtu þau sér. En Guð vill dansa fort, så gamlingen fekk algjör sól. Má ég fá textan? Afsakið. Rétt í tæka tíð sá hann hrút, sem Guð hafði sent og sagði, þetta ókei. Stjörnurnar, því álíka margir verða þínir niðjar, svo takt af stað og taktu með þér rót. Og skundar á brott, svo beina ber, andur nýr fer í þennan túr, svo skemmtu þau sér. Living on a prayer, living on a Guð sagði, teldu, ég segi þér satt, og fylgdu mér eftir þó fjallið sé bratt. Svo beina ber, andur nýr fer í þennan túr, svo skemmtu þau sér. Living on a prayer, svo beina ber, andur nýr fer í þennan túr, svo skemmtu þau sér. Living on a prayer, svo beina ber, andur nýr fer í þennan túr, svo skemmtu þau sér. Living on a prayer, living on a prayer. Takk fyrir. Sæll og blessaður. Þetta var glæsilegt. Eigum við ekki bara að rísa á fætur og gefa þeim gott klapp? Þetta var glæsilegt. Verði innilega velkomin hingað í kvöld og ég vona að þegar það verður samið lag mig að þá verður ekki í textunum svo beinaber. Bara hafið það í huga, ef einhver vill fara að semja texta, ekki hafa það. En frábær texti, takk fyrir, þið eru stórkostleg. Mér langar til þess að hefja þessa stund á því að biðja og ég ætla að biðja ykkur aftur að rísa á fætur. Það gott að standa og sitja til skiptis, gott fyrir blóðrósina og við viljum gera það sem gott. Þannig að mér langar til þess að leggja þessa stund í Drottins hendur og það bara mér heiður og ánægja að hafa hann Gunnar, séra Gunnar með okkur í kvöld, yndislegur. Það svo gaman að sjá hvernig við systkini, við erum ólík, en við erum systkini og við elskum hvort annað, ekki satt. Og það það sem dásamlegt. Við eigum að þekkjast af elskunni. Þannig að við ætla að leggja þessa stund í Drottins hendur og biðja endilega með mér. Drottin, ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir að fá að koma inn í kvöld og bara gleðjast og fagna. Og Drottin, við eigum að gleði þín styrkur okkar. Og við viljum meira af gleði þinni, Drottin minn, og við ætlum að opna hjart okkar fyrir textunum sem vera sungnir, fyrir tónlistinni, Drottin minn, og það þitt tungumál, Drottin. Það snertir hjartastrengin okkar. Og Drottin, gefðu okkur náð til þess að tengjast þér hér í kvöld og leyfa þér og bara þinni nærvera að dvelja bæði í umhverfi okkar og líka í hjartan okkar. Og þegar við förum heim,
Hjálpa okkur til þess að deila þeirri reynslu, Drottinn minn, þessum frið sem aðeins þú getur gefið. Gefðu okkur náð til þess að deila því, Drottinn minn, og vera sannir lærisveinar þínir. Og Drottinn, ég bið fyrir þessari stund, ég bið fyrir tónlistafólki, ég bið fyrir söngfólki og ég bið fyrir öllum þeim sem að koma einna fram og ég bið sérstaklega fyrir Gunnar í vini mínum í Jesú heila nafni. Amen. Gunnar ætlar líka. Þið ráðu hvort þið standið eða sitið, sko. En já, þið getið gert bæði. Mér langar reyndar aðeins að segja að svona áður en að ég fer inn í, hún nefndi við mig, hún Sigurbjörg, svona áður en við vorum að undirbúa þessa stund, svona áttum svona örlita stund saman, að þá sagði hún við mig og ég sagði, viltu að við gerum svona, við gerum hitt, þú mátt alveg ráða þessu. Og svo nefndi ég svona hugmyndir, svona sem að eitthvað sem að fellur svona meira inn í það sem ég vanur og hún sagði, það væri yndislegt og hún myndi vera til í að gera það. Þannig að þið fáið eiginlega pílita speglun í okkur tveimur, sko. Það annars vegar svona svo lítið það sem tilheyrir svona deginum og svona formalitet, sko. Ég verð sem sagt fulltrúi íhaldsseminar í kvöld og þá þú fulltrúi frelsisins. Þannig að ég þarf að reyna að hafa bönd á þér allt kvöldi, en ekki öfugt. En þá myndum við hefja stundina með því að signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og ég vil aðeins leggja inn, áður en ég legg inn, þessi bæn sem ég mun lesa hérna, hinn sameiginlega bæn kirkjunar allan heim, kollektubæn sem kölluð og í öllum kirkjum, þjóðkirkjunar. En takið eftir að stefið, og þið munu taka eftir því í þessari lofgjörð sem verður hér í kvöld, að það ákveðin þráður sem lagður upp. Við gerðum það ekki. Matti ekki einu sinni, þó hann sé næstu því algóður. Nei, þegar ég sendi inn, eigum að fylgja textaröðinni miðað við textana sem eru frá síðasta sunnudegi, eða hvort við eigum að fylgja textunum sem tilheyra sunnudeginu sem á morgun, og þá segir hún að þú mátt ráða þessu. Og ég var eiginlega venjan svo að fylgja þá því sem liðið og svo skiptu við að sunnudeginum. Það engin tilviljun að ástin, kærleikurinn, samhugurinn og það að við séum eitt í Kristi stef síðasta sunnudags og þessarar viku. Þannig ég held að sé engin tilviljun að ég sé hér í kvöld. Við skulum biðja. Almátti eilífi Guð sem gerir alla þá sem á þig trúa samhuga. Við biðjum þig, gef oss að elska það sem þú býður og það eitt þrá sem þú heitir. Svo hjörtu vor megi í öllum umskiptum þessa heims vera staðföst það sem hinn sanni fögnuður. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor sem með þér lifir og ríkir í einingu Heilags Anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Mér langar reyndar áður en hljómsveit fyrir í gang. Langar mig að segja, hvað Matti? Það hann. Já. Þið kallið minn? Ég veit nefnilega hvað næsta lag, sko. Og það vika, nei, hálfumánuður. Já, það svona, rúm vika, sko. Rúm vika. Þá sendir hann mér, eins og hann gerir stundum, þá sendir hann mér beini mér vantar texta og mér vantar við þetta lag. Og ég held ég hafi sendið textan 3 tímum seinna. Nei, kallið minn, þetta var klukkutíma seinna. Shit! Þetta var með. Klukkutíma seinna. Málið að þegar ég sprekst við þannig að ég segi, nei, veistu það, you can leave your hat on, þetta bara þannig lag að það fellur aldrei að neinu almennilegu hljómfalli, stuðlar og höfustæði, þeir fara gjörsamlega út úr gluggan, þetta bara, ég finn mig bara ekki til þess að semja neitt við þetta, you can leave your hat on, vistu hvað textin fjallar, raunverulega. Og það bara, það eins og með Matt, að hann lætur mig semja texta við, trúleysistexta, sem sungið í rockinu og það orðið bara að dýrðarsöngum og lofgjörð og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þetta dæmi svoleiðis lag. Og hugsunin þessi, það you can leave your hat on og ég sé að börnin mín koma alltaf upp á vegginu öðru hvoru
þetta nú, textarnir eru svona svolítið eins og börni mín, þannig að ég verð að viðurkenna, ég nú bara auðmjúkur hér í kvöld, en hérna, ég rosalega spenntur að sjá hvort að þetta virkar raunverulega.
Ég sagði það. Þetta svínuskar. Ekki klappa fyrir Gunnar eins og Heyrist hann? Ok, núna. Vitið þið hvað upprunatextin fjallar um? Nei, þið viljið ekki vita það. Já, það. Ef þú kemur inn á Vandís hús, þá getur þú verið með hattinn á. Textin sko ekki kristilegur, ekki fyrir 5 aura. En þetta, ég verð að segja, já. Og Vandi var sá, sko, textin nú þannig, þið sáu hvernig við fluttuð þetta. Þetta speglast annars vegar í einsöngarunum og hins vegar í kórnum, þannig að það þarf að flokkast þarna á milli, sem þýðir að það svona, þetta var ekki auðvelt. Til þín Það trúi ég að bænin leiti upp á við En ég vil þú svari núna því þolinmæði er ekki mín sterka hlið Hver ég bið og bið Dagarnir þjóta hjála sig Vesen, púl og bras Og hjálpaðu er að glíma Við lífsins harða þras Nú bið ég svo köld við annað fólk og vilt ég gæti verið meira næs við náungan gefi meira tíma mínum fyrir hann allavega meira en nú dagarnir þjóta hjá og ég fæ engum breytt og hjálpaðu mér svo tíminn þar ég ekki neitt ég segi
Gjörðu svo vel, þú mátt vera með. Talandi að detta út. Gunnar talaði það áðan. Maður dettur út í svona tónlist. Finnst ykkur þetta ekki dásamlegt? Vita, öll tónlist tilheyrir kirkjunni. Það er ekki bara eitthvað ákveðið form. Og það er svo mikilvægt að við leyfum öllum röddum að fá að njóta sín. Að fólk finni eitthvað við sitt hæfi. En mér langar til að lesa fyrir ykkur hérna í Jóhannesar Guðspjalli. Það er í 13. kafla og við byrjum í versi 12. Og það er svona. Þetta er mitt boðorð. Að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vinir mínir ef þið gerir það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir, en ég kalla yður vini. Því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínu. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera mikinn ávöxt sem varir svo að faðirinn veit yður sérhver það sem þið biðið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Gjörðu svo vel, Gunnar. Þeir ætla að spila tónlist. Ég er algjörlega að rugla með dagskrána. Viltu segja eitthvað, Gunnar? Sko, ég er nefnilega fulltrú íhaldsseminar hérna, sko. Eins og kom fram hér í upphafi, sko. Þannig að ég á að segja, nú átt þú að lesa Guðspjall og þá gerir hún það skilur. Og vilt þú segja ykkur orð, þá bara ger ég það. Þannig að við hlýðum hvert öðru. Það er nú bara þannig. Ég á vísu ekki næsta texta, en þau syngja 2 lög núna í röð. Annað er það ekki Gummi Kalla? Jú. Já, sko hann er alveg stórkostlegur textahöfundur hann Gummi Kalli. Þegar ég fá hann einhvern tíma til þess að predika hérna hjá okkur. Og hann bara yndislegur og hann er svo góð drengur. Bara nóg það. En lagið sem kemur á eftir er svona enn eitt dæmi samstarf okkar Matta. Þar býður hann mig texta við lag sem að mér finnst alveg kolómögulegt að semja texta við. Vegna þess að það þekkja allir lagið, sko, leið og það heyri, sko, love heart. Ég meina það er bara þannig, sko. Þú heyrir aldrei neitt annað heldur en að ástin bara særi og sé ómögulega í alla staði. Og þá verði ég að hafa einhvern andblæ orðana í sko textanum sem gefur þér svona aðeins sko hugræna tilfinningu fyrir því sem að var í upprunatextanum. Þetta er einn texti sem er svona dæmi það sem ég nota hugblæ til þess að tengja við það sem ég ætla að koma til skila. En það er ekki lagið sem ég ætla að vera með núna. Guð er minn Guð, þó að myrkrið ógni þá lífið neisti. Guð er minn Guð. Hæli og skjól mitt er hæstur króttin, himnanna Guð er minn vörn og hlíf. Mátug er höndin og rík er mildin, hann gefur nægta líf. Guð er minn
Það sem er friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Það er svolítið annað andrúm í textanu sem að þau voru að syngja núna heldur en í upprunatextanum það að ástin sé til einskis. Í raun og veru er andstæðan þar sem að þau voru að syngja við það sem er í upprunatextanum að jafnvel þó mér finnist allt vera til einskis þá veit ég að ég er elskaður. Og það var, eins og ég sagði, engin tilviljun að við lögðum það upp með stefi sem að væri síðast sunnudag og er eiginlega tema þessarar guðstjónustu. Það er ástina og ástina sem að lærisveinarnir báru hvert til annars. Ég held að það sé engin tilviljun að við völdum eða við okkur lagt upp í hendurnar það stef sem að tilheyrir sunnudeginum. Og tala ekki þegar ég fór með kollektubænina fyrir okkur í upphafi. Sibba fór með bæn í upphafi og setti í raun og veru svona svolítið samhljómin í það sem að framönda væri. Svo kom kollektubænin sem að dregur í raun og veru saman og það er þetta sem á að samin okkur. Það er kærleikurinn. Við erum á tímabili núna sem er kallað gleðidagar í kirkjunni. Eftir páskana við erum á gleðidögunum og við erum að bíða eftir svona ákveðnum atburðum sem eru framöndan. Uppstigningadagurinn er svona handa við hornið og við býðum þess að hann hverfi lærisveinu sínum og núna er hann strangt til tekið er hann að kenna okkur, hann er að reyna að leiðbeina okkur með það hvernig við eigum að lifa, hvað við eigum að gera og hvernig við eigum að hafa hlutina og hann gefur lærisveinu sínum fyrirmæli með þess að við vorum tvö að tala saman ákveðna þætti sem að hafa myndað ágreining á milli kirknana í gegnum tíðina og reyndir eru við sammála en það er annar mál, við skulum ekkert opinbera það. En við höfum verið að velta okkur svolítið mikið upp úr þessu í gegnum tíðina og það er ekki nema 15 ár síðan, ég get alveg sagt okkur það, það er ekki nema 15 ár síðan sem það hefur verið gjörsamlega óhugsandi að ég stæði hérna, í alvöru. Og það hefði verið gjörsamlega óhugsandi að þetta yndislega fallega fólk sem er hérna stendur á bak við mig hefði verið að syngja sérstaklega í rokkmessu í Digranskirkju. Þetta hefði verið óhugsandi vegna þess að við vorum svo upptekin af því að hvert okkar væri með sannleikann í höndunum og allir hinir væri vitleysingar. Í alvöru. Uppstigningadagurinn gefur okkur hins vegar ákveðnar vísbendingar og við horfum til þess. Við sjáum hann er þetta framundan. Við vitum hvað gerist næst. Það er ekki eins og þegar við förum inn í föstutíman og við vitum ekki hvað gerist á páskunum. Við erum samt sem áður og föstudaginn langar í og alveg það er veit. Í gamla daga var þannig að bara spila klassísk tónlist í útvarpinu og ég var að deyja. Bach og eitthvað svona alveg bara Pabbi, má ekki fara að spila? Nei, þú mátt ekki fara að spila. Af hverju ekki? Það er föstudaginn langi. Það er ekki eins og við vitum hvað gerist á sunnudaginn, En ok, við gerum þetta hverju ári, við förum í gegnum ásyngaðan prósess og við höldum upp á það að hann fæddist og allt þetta. Uppstigningadagurinn er hins vegar mjög mikilvægur. Vegna þess að á þeim degi þá sendir hann okkur þessi skýru skilaboð. Hann er ekki bundið við stað og hann er ekki bundið við tíma. Hann er ekki bundið við ákveðið land einhvers staðar hérna. Hann er hér, hann er þar, hann er allstaðar, hann getur verið á hverjum stað fyrir sig. Hann getur meiri segja verið í Smárakirkju. En hann á náttúrulega lögheimili í Digranskirkju, það er annar mál. En horfum þá á samfélag þessar lærisveina. Lærum af þeim. Hvað var það sem að hélt þeim saman? Það var kærleikurinn. Þeir höfðu mjög ólíka afstöðu til þess hvernig ætti að gera hlutina. Pétur og Páll voru aldrei ekki sammála það hvernig ætti að gera þetta. Pétur hafði mjög einarð afstöðu til þess að það ætti að byrja á því að kristna alla gyðingana. Af því að þeir væru Guðs útvalda þjóð og það yrði bara að klára það dæmi áður við færum að tala við einhvern annan. Í alvöru. Ég meina hvað eigum við að vera að tala við? Nei, heiðingjarnir hafa ekkert skilið. Þetta eru heiðingjar, við eigum ekkert að tala við þá. Þeir eiga bara að eiga sig, þanga til að við erum búnir að kristna gyðingana. Það verk stendur ennþá yfir, Það er ekki búið, þeir eru enn að bíða eftir Messiasi. Þeir eru ekki búin að fatta, hann var í síðasta strætó,
En Páll var ekki alveg til í að segja bara ok, þá ætla ég að gera svo lítið annað og það var það sem skildi á milli. Þeir elskuðu hvern annan og þá var það bara ok, bara do your thing. Far þú bara og talaðu þú, ég ætla ekki að fara að tala við Rómverjana, þú mátt gera það. Ok, ég skal þá bara gera það. Og það í þessum kærleika að vera ekki eins og leyfa sjálfum sér að vera öðruvísi, að við förum til þess að mæta fólki þar sem það statt. Rokkið eitt dæmi það. Það á kannski ekki allstaðar heima, fínt, þá heima hér, þá heima í Dýrafjarðarkirkju og svo geta menn bara haft bakk og búkstu úti einhverstaðar annar stað. Og það fullt af fólki sem hlustar á það. Nei, það er svona einstaka fólk sem hlustar á það. Og það á bara alveg sama rétt eins og allt annað fólk. Að fá að hlusta á bakk og búkstu úti og annað bull. Gleðidagarnir sem núna eru og tala ekki á svona yndislega fallegum degi eins og dagurinn í dag þar sem að maður á alls ekki að vera hérna inni að predika, heldur á að vera út að keyra mótorhjólið sitt. Sagði ég þetta upp átt? Já, ok. En sko, við horfum eftir páskana, þá horfum við til þess að það Guð boðar með hverju einasta vori upprisu Jesú Krist og gleðina og vonina í hjörtum okkar. Og við finnum það bara sjálf þegar við fáum svona daga að þá gefa manni svona svo lítið nista eins og var í textanum hans Gummakalla hérna rétt áðan. Jafnvel þó við okkur finnst vera myrkur, þá þessi nesti gleðinar. Og þetta sá nesti sem Jesú sjálfur hefur tendrað í hjarta þínu. Gefðu sjálfur þið tækifæri til að upplifa það. Sterkasta dæmið þetta, þennan innilega kærleika sem að var milli lærisveinanna og þeir báru hvert til annars. Svo sem ekki gleyma því að lærisveinarnir voru ekki bara kallar. Í fullri alvöru. Lærisveinarnir voru nokkuð stór hópur og það voru ekki bara postularnir 12, sko. Það var miklu stærri hópur og ég ætla bara að segja ykkur annað, nýjustu rannsóknir sem menn eru núna búin að leggjast úti og í handrita rannsóknum og annað slíkt, þá eru menn búin að komast að því, vitið þið hverju sá fjármálin? Nei, ekki Jesú Kristur. Ef ég kem með spurningu, þá ekki alltaf rétta svarið Jesú Kristur. Það var einhver inn í bakgrunnin sem sagði það. Varst það þú? Konundar. Já. Það voru konundar. Það sáu nefnilega það. Það eimir af því ef þið lesið í Guðspjöllunum og ég lesi bréfin, þá áttuðu ykkur á því, sérstaklega í Póstólasögunni, þá áttuðu ykkur á því hvernig þessu var háttað. Og allt var þetta í kærleika gert. Þau áttu allt einhvern veginn sameiginlega. Og síðan héldu konurnar utan það með hvað hætti það. Þær voru vanar að halda utan heimili. Kirkjan var í raun og veru bara heimili. Það var þannig. Og þegar Jesús leggur það upp, enda hvernig voru samkomundarnar hans Jesú? Hugsiði. Hvernig hafði Jesús samkomur, messur, guðsþjónustur, whatever, með lærisveinum sínum? Matur, partí. Já. Þeir voru vanir því, ég fastur í hefðinni, sko. Þau voru vön því að þegar Jesús kallaði saman og hélt samkomu, þá var partí. Hver gagnrýnin sem var borin á hann einmitt fyrir þetta? Þegar að lærisveinar Jóhannesar eru að fasta, þá eru þið í partí. Ok, engin skilaboð þarna til okkar eða ég bara svona velti því fyrir mér? Fariði nú og finnið okkur sal þar sem við getum komið saman. Þetta var bara verkefni sem þið voru vanir að fá. Nú voru konið til Jerúsalem, all right? Hérna, þú reddar sal, þú reddar matnum, þú sér vínið. Í alvöru. Ég ekki að skálda þetta upp, lesiði bara Biblíuna. Og þannig á það að vera þegar við erum. Einn í hópnum, sem ég er búin að nefna áður, stóð frammi fyrir því að hann vissi það ekki hvort að Jesús elskaði sig lengur. Hvernig má það vera? Vegna þess að hann spurði
Pétur, elskar þú mig meira en þessir? Já, þú veist ég geri það. Og þá sagði Jesús við hann að hann skildi gæta að sauðum sínum. Og hann spyr hann aftur. Og hann spyr hann aftur. Hann spyr hann 3 sinnum hvort hann elski sig. Þetta sami maðurinn og sveikan 3. Þetta sami maðurinn og afneita á hann 3. Og Jesús var sjálfur búinn að segja við hann áður en að haninn galar myndu afneita mér 3. Fer endur eftir hvaða guðspjall skoðar, áður en haninn galar 2 í einu og áður en haninn galar þá myndu afneita mér 3. Hann afneita á hann 3 sinnum, en 3 sinnum fekk hann tækifæri til þess að játa ást sína á honum. Og hver voru skilaboð Jesú til kvennana sem fundan komu til þess að leita koma að gröfinni og finna hann á tóma? Munið það? Svar ekki Jesú Kristur, sko. All right. Segir lærisveinunum og Pétri. Af því Jesús vissi að hann væri einhvers staðar inn í myrkri, einhvers staðar sem hún liði illa, einhvers staðar ég á engan rétt á því að fá að vera með í partíinu. Ég á ekkert skilið. Ég svo aumur, ég svo vesæll, nei. Þeir verða bara, sjáum þetta hinn, ég er ekkert koma. En skilabóðin alveg skýr. Farðu að segja lærisveinunum og Pétri, ekki gleyma honum. Hann á að vera með. Og maðurinn sem var breyskastu þeirra allra í sjálfu sér, hann fær þetta stóra og mikla hlutverk. Þú ert kannski aumastur allra. Þér finnst kannski að þú sett lítilsildur og hafi lítið að segja. Þá ert þú akkurat manneskjan sem átt að predika orðið. Það er akkurat þessi sem ekki heldur að hann sé svo sterkur og hann sé svo mikill, það er honum sem er falið hlutverkið. Fyrst að Pétri sem er kletturinn sem alltaf var að gefa sig, en hann er kletturinn sem kirkjan stendur á en þann dag í dag. Og ef að kirkjan byggist á breysku fólki sem að getur ekkert alltaf séð það fyrir sér hvernig það á að vera og hvað sé rétt og hvernig hlutirnir megi best vera og heldur að það sé ekkert alltaf með sannleikan í hendinni, þá erum við svo kirkja. Við erum ekki með allan sannleikan í hendinni. En við hins vegar vitum að fyrir kærleikan, fyrir ástina, það er ástin ein, eins og að byrjaði þessi messa á, það er fyrir ástina eina. Og þó við kengjum ekki á neinu öðru, og hvað las hún Sigurbjörg fyrir okkur hérna rétt áðan? Á hverju eiga menn að þekkja lærisveinana? Af því að þeir eru svo góðir við annað fólk? Nei. Af því að þeir fara með bænir til Guðs 3 á dag á réttum tíma þegar að kalli kemur í loftinu? Nei, það er ekki það. Það er ekki vegna þess að þeir borga svo vel skattana sína? Nei, það er ekki það. Það er ekki vegna þess að séu ríkir, það er ekki vegna þess að séu fátækir, það er ekki vegna þess að séu svona litin eða hins einn. Nei, það er bara fyrir þetta eina, að þeir bera elsku hvert til annars. Þess vegna getur prestur í lúterska evangelísku þjóðkirkjunni staði hérna og predikaði í Smárakirkjunni af því að það sem samtengir okkur saman hefur ekkert að gera með kenningakerfi sem menn hafa sett upp, heldur vegna þess að við elskum hvert annað. Og að lokum, okkur er búin ákveðin hætta en hún er ekki fólgin í því að elska. Hættan er nefnilega fólgin í því sem ég kalla ofstækisfulla trú, skeytingaleysi og vantrú. Það er óvinnurinn. Og núna held ég að við séum komin á þann stað í lífinu, að við hættum að horfa hvort til annars með þessum gagnrýnu augum það að þessi er öðruvís en ég. Já, það bara má. Ég held að við skulum leitast við núna á næstu árum að finna það sem tengir okkur saman og það sem gerir okkur að því sem við erum. Það er kirkja,
hverju nafni sem hún nefnist. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda. Mic drop. Takk. Gunnar, við erum mjög alveg að kveikja út. Takk Gunnar minn, þetta var æðislegt hjá þér. Mér langar samt aðeins að segja ykkur, sko, við erum á rockmessu. Ég búin að vera að læra textana Gunnars og búin að vera sveitt við það. Þetta eru lög sem að þekkjur maður bara fer í gírinn og tekur bara hérna, þú veist, fingið og öskrar mér þessi heima, svo þarf alltaf að hlaupa aftur og reyna að finna hvernig ég á að syngja. En við erum í rockmessu, það má alveg grúfa. Þið þurfið ekki að sitja, ég veit alveg þegar þið hlusta á lögin, þá eru þið ekki heima bara svona í chillinu. Þið megi alveg, sko, það er allt í lagi, þið megi grúfa með og, þú veist, ég get ekki staðið kjur þegar ég heyri svona lög. Ég veit ekki með ykkur, en þið eru frjáls, þið megi sitja, en þið megi líka standa, þið megi dansa, þið megi klappa, en þið megi ekki fara hlaupa inn upp á svið og gera eitthvað. En við ætlum að taka hérna eitt rosalega gott. Svart og ekki lengur bjart þegar að lífið virðist vera mörg hvað þegar að syndir að þegar heit ég var þegar vonir var enginn þá fann ég það þú varst nærri mér og ég fann fyrir þér þegar það mæstu vandar mæstu þegar hér viltu veikan styðja og ískur ryðja losa ryðja heyr mig heima freyja því Nothing Lífsins bara fjöllum birtust mér af öllum þegar að virt á jörðavöllum stendur þú með mér styrki fæja þér Nothing skal fyrir öllu sér þegar ekkert á þegar von ég sá þegar bið ég þess að ég von fá að sjá viltu veikan styðja og ilskur ryðja losa synda viðja heima þig að því ná þína ná þína ná þína ná þína
Come on, má ég sjá hendur? Ég hef farið hæstu hæðir, ég hef hlaupið vítt höf til þess að finna þig, til þess að finna þig. Ég hef hlaupið, ég hef skrifið, ég hef klifið hæstu fjöll af heimsins jökl til þess að finna þig. En ég þrái að fá loksins fundið þig. En ég þrái að fá loksins fundið þig. Ég elskar ó svo heitt, eignast það og ekki neitt, allt finn ég brenna, nævar mér renna. Þó ég tali tungum engla, trúi fjöllin færist úr stað, ætti ég ekkert, væri ég ekkert. En ég þrái að fá loksins fundið þig, já. En ég þrái að fá loksins fundið þig, já. Ó, ég trúi spókum skáu hverfi, tungu fagni, þekking í þrótt, líf undir lók. Ég er enn að leita, bíð og leita, leita þín, og dyr ég knúi, finn ég þig þar, finn ég þig þar. Þú veist að ég trúi, og ég þrái að fá loksins fundið þig. Og ég þrái að fá loksins fundið þig. Og ég þrái að fá loksins fundið þig. Og ég þrái að fá loksins fundið þig, já. Við erum svo ótrúlega formleg í þessu, ég man ekki einu sinni, á ég að koma, Gunnar, ég ætla að biðja núna, æðislegt. Heyrðu, eru þið ekki til í að bara rísa aftur að fæti með mér? Er þetta ekki búið að vera yndisleg kvöld? Þvílíkt og gaman. Það er sko gleði hér í kvöld og við ætlum að taka við henni og ekki bara upplifa hana núna, við ætlum að taka hana með okkur heima á eftir og við ætlum bara, þetta verður gleði sumar. Þetta verður stórkostleg sumar, ég ætla bara að tala það út, þetta verður frábær sumar. Ég veit ekki með sólríkt en við vonum það. Biðjum saman, Drottinn, ég bara lyft upp nafnið þínu. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert hér. Þar sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ertu mitt á meðal. Og Drottinn, við bara áköllum þig, Drottinn.
eins og textarnir eru búin að segja aftur og aftur og aftur. Við kannski höfum ekki svörin, en við vitum að þú hefur svarið. Og Drottinn, við leitum til þín þegar við vitum ekki hver skal halda eða hver skal fara, því að þú ert alltaf með svarið. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú ert góður Guð. Þú ert kærleikurinn. Þú ert vegurinn, þú ert sannleikurinn og þú ert lífið, Drottinn minn. Og í kvöld þá kjósum við að lifa lífinu með þér. Og Drottinn, þú ert það sem við leitum að. Þú ert það sem að hjarta okkar þráir. Og í kvöld ætlum við að taka móti friði þínum. Við ætlum að taka móti kærleika þínum, Drottinn. Og þessi kærleikur mun ekki bara vera í okkar hjarta, hann mun breiðast út. Hann verður eins og eldur sem að verður ekki slökkt á. Því hann mun breiðast út eins og í sinu. Og Drottinn, Ísland verður kærleiksríkasta land, Drottinn minn, út af því að við munum leita þín af öllu hjarta. Og Drottinn, ég bið að gefa okkur kærleika, ekki bara til hvers annars, heldur líka til þín. Og að við mættum sjá, Drottinn minn, þetta land breytast. Halleluja. Að við mættum upplifa sanna hamingju og tilgang og gleði. Og ég bið fyrir einum og sérkurum hér í kvöld. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn, sagði við. Amen. Gunnar, vilt þú segja eitthvað? Ég bara hlýði. Ég skal bara segja. Af því að ég veit hvað kemur næst. Þetta er eiginlega svolítið speglun á ég er bara auðmjúkur. Ég skal viðurkenna það að ég er bara svolítið mikið snortinn á þessu stund sem ég á hérna með ykkur. Mér sýndur svo mikill heiður og virðing með því að boða mig hingað og fá mig sem gest. Og líka það því að ég er að horfa á börnin mín í flutningi hérna. Næstu 2 lög sem þau ætla að syngja fyrir okkur. Þau eru þetta báði textarnir eftir mig. Fyrir textin sem þau eru að flytja eftir mig, hann er svona einn af þessum gömlu textum sem er í upphafi samstarfs okkar Matta. Þegar við vorum svona á U2 tímabilinu, að þar kemur þetta svona sem beiðni af því að hann langar að setja upp U2-messu. Og ég skal alveg viðurkenna það að ég var mjög upptekinn af U2 og Bono og þeim boðskap sem þar er að finna. En ég áttaði mig fljótlega á því að ég gat ekki þýtt textana af því að þeir eru svo staðbundnir, eins og til dæmis Where the Streets Have No Name, það er gjörsamlega útilokað þýðan. Má ég aðeins segja frá því? Ok, ég skal ekkert vera rosa lengi, en Where the Streets Have No Name, hjá Bono er það þannig að ef að þú býrð í Belfast og þú segir, ég er ekkert að fara að predika aftur, því með ég er að sitja, allt í góðu, en þá er það þannig að ef þú segir ég á heima á Baker Street, þá áttu búin að segja hvort þú ert katholiki eða mótmælandi. Það er sem þú ert búin að gefa upp trúarlega afstöðu þína af því þú sagðir ég á heima á Baker Street. Og ef þú segir að ég á heima á Baker Street, þá veistu líka hvort þú ert aðskilnaðarsinni eða lífveldissinni. Skiljið, þannig að þú ert búin að gefa pólitíska afstöðu þína með því að segja hvað þú átt heima. Þar sem göturnar skipta engu máli, þar sem götu heiti skiptir engu máli, Where the Streets Have No Name, er í huga Bono það að fá að lifa frjáls skilur í trúsinni án þess að þurfa alltaf að afsaka það fyrir einum eða neinum. Já, ég bý í Baker Street þú veist, það ágætt að þurfa. Where the Streets Have No Name er sem sagt frelsun. Þar að leiðandi að þá hugsaði ég með mér, ég verð að fara í einhverja aðra átt, þannig að sá texti, hann er reyndar ekki fluttur inn í kvöld, en sá texti hann er tilengaður götubörnunum á Indlandi, þar sem enginn er neitt. Það er yfirskrift textans, þar sem enginn er neitt. Og þar var ég að leitast eftir því að þarna er barnið á götunni sem allir labba framhjá og þú vilt ekki sjá, enginn vill sjá, þar sem enginn er neitt. Og ef þú spyrir sjálfan þig, hvar er Kristur? Hann er þar. Þar sem enginn er neitt. Þannig ef við ætlum að setja Jesú Kristinn í einhver box, þar sem við setjum það inn í kirkjudeild eða við setjum hann í hvað sem er, þá var hann örugglega ekki í boxinu, hann er utan það. Bara smá áminning. Seinni textin hins vegar er svona af svona þeirri nýju kynslóð okkar og ég ætla ekki að trufla hljómsveitina með þess í flutninginu á þessu tveimur lögum en hann fjallar meðal annars það að maður vill gera vel það góða sem ég vil það ger ég ekki en það vonda sem ég ekki vil það ger ég og einhvern veginn þegar ég með góðum áformum langar til að gera hlutina svona en þar fór nú það skilur. Það er innihaldið í þessum texta
að þegar ég ætla mér að gera rosa vel, þar fór nú það. Þegar birtan skærir skín
Ég verð að takk, spólaðu aðeins tilbaka þar sem þú sér textan skömmin hásætinu í. Ég ætla aðeins að gefa ykkur, það var þarna, farið aftur tilbaka einn. Það er ekki sjálfala. Stoppa aðeins þarna, smá, þú getur, allt í leið. Ok, eins og skugginn bak við ský, þar sem upp var hafinn hann, Helga trúarlokum fann. Það sem upp var hafinn hann tilvísun í nákvæmlega krossin, þar sem hann var hafinn upp. Það upphafningin. Taktu svo skömmina á hásætinu. Eins og skugginn bak við ský, hvað gerist á föstudaginn langa? Það myrkrið sem kemur yfir. Það skugginn á bak við ský. Það í raun og veru svartnættið sem að blasir við. Það engin von. Og skömmin hásætinu í. Þetta tilvísun í krossin. Og mér fannst það alveg yndislega fallið þess að hann sagði ég verð. Aðeins að gefa ykkur innsýn. Þegar að kórinn í lokin, þegar kom síðasta erindið, sett inn á síðasta erindið, þegar við heldum að lagið var búið og allir voru svona velta, þú veist, maður að leggja fram spurningar í þessum texta það hvernig Guð eiginlega getur verið manni nærri í lífinu og hvernig veröldinni geti treyst á handleiðslu þína í þessum aðstæðum sem ég í. Þegar að þau sungu, og þetta svo rosalega flott útsett hjá þér, vegna þess að boðskapurinn hann skila sér í því að einsöngurinn hættur, hver að tala? Hann svo góður. Þegar að svarið Jesú Kristur, þá segir hann Sibba. Þetta alveg, ég veit ekki hvað ég verið og þú ekki komið þetta. En núna svarið Jesú Kristur. Það Guð sem að svara þér. Amen. Fannst ég breyskur og brotinn, framlaður og krafti þrotinn, lifði mínu lífi með blekkingu og tón, en ég leit ei til þín, horfði bara til mín, en það var nú það. Og þar fór nú það. Vildi betri vera maður, velja hamingjuna glaður. Guð minn, ég bað, gef mér styrk að finna það sem að vilji þinn verði vilji þinn og máttu nærri mér. Það góða sem að kom get ekki til. Stöndum á fætur. Það ger ég því engan veginn skil. Það vonda sem að varast heldur mín. Það valdi ég það.
láta vilja góðan þinn vera vilja minn, því ég veit hvað það að treysta eigin mætti og sjálfum mér. Það geri ég því engan veginn skil, það vonda sem að bara stendur í. Þá valdi ég nefnilega, og það fór nú það, núna kemur það, núna kemur það, núna kemur það, og núna kemur Ég bara svo full af auðmýkt hér í kvöld og bara þvílíkt þakklátt. Gunnar segir að hann sé heiðraður hér í kvöld. Við erum heiðruð að fá þig. Það bara þannig. Og bara takk fyrir að koma. Og bara komdu sem oftast. Ég að segja ykkur það, vinir, það sem við þurfum meira á að halda í þessum heima á Íslandi, það kærleikur. Það eining og kærleikur. Það þýðir ekki að við þurfum að vera sammála allar hluti. En við erum sammála aðalatriðið. Og það Jesú Kristur og hann upprisinn, krossfestur, dáinn grafinn en risin upp. Og við trúum því. Það ekki? Það það sem að saminar okkur. Og við ætlum að standa á því. Ég vil bara þakka þessum snillingu, Gospelkór Smárakirkju. Og það einhverjir veikir hér í kvöld. Þeir eru rosaleg. Þvílíkur vöxtur í einum kór og Matti minn, þú ert algjört gull. Hvar væri við án þín? Ég vil ekki einu sinni hugsa þá hugsun til enda, því hann má aldrei fara. Og bara allir þessi mögnuðu söngvarar, við erum svo ríkirna, það svo mikið af flottu söngfólki. Mér langar til að þakka öllum þeim sem komu, Rúnar minn, snillingur ertu, Sæjun. Allt að gerast, vá hvað það var flott hjá þér, Jóhanna, þetta systir mín hérna, Jóhanna Gunnarsdóttir. Sauðasvipurinn gæti sést. Og svo erum við náttúrulega að tala Karl, frábært hjá þér. Og svo erum við náttúrulega sjálfsögð með dýfin okkar, Guggulísu. Það nauðsynlegt að hafa dýfur í þessum heimi, það bara þannig. Og svo náttúrulega þessa stórkostlegu hljómsveit.
Þú ert frábær. Algjörlega. Ég bara á ekki til orð. Ég er náttúrulega örugglega að taka fram fyrir hendurnar á matta og kynna alla. Áslaug Helga Hálfdanadóttir. Aðaldífan af þeim öllum. Stórkostleg, gjörsamlega. Takk fyrir Áslaug. Þvílíkt sem úrt mögnuð. Svo er það náttúrulega Emil á bassa. Emil. Okkar eigin Rafn Hlíðqvist. Algjör snillingur þessi elska. Þorbergur hérna, við köllum hann Begga. Einstaklega elskulegu maður. Konni okkar á gítar. Svo er náttúrulega þessi snillingur, fullt nafn er aftur. Sigurgeir. Sigurgeir Sigmundsson. Nákvæmlega. Þú ert magnaður gítarleikari, ég vil bara segja það. Það er bara, en umfram allt, þá vil ég bara blessa okkur hér í dag, blessa okkur í bak og fyrir. Þannig ég bara tala út blessun hér í dag. Drottin, ég þakka þið fyrir blessun þína. Við þurfum ekki að hafa það flókið, en við þurfum þig með, Drottin minn. Þú ert þessi þrefaldi þráður. Þú ert þessi eining sem að við viljum hafa, Drottin minn, þannig að allt fari vel í bandi friðar og kærleika. Og Drottin, ég blessa fólk þitt hér í dag. Mætti blessun þín vera viðvarandi yfir líf okkar hjá okkur öllum, Drottin minn. Og þegar við förum heim í kvöld, mættum við vera full af frið þínum og blessun og blessa út frá okkur. Og við biðjum í Jesú nafni. Yfir til þín, Gunnar. Jú, ég elska þetta. Nú átt þú að gera eitthvað. Ok, þá bara. Þetta er svona. Ég með ekki miskjörnum við, sko. Sitt. Nei, ég veit það. Ég veist, þetta er æðislegt. Ég elska því. Við höfum ekkert kynnst. Þetta er eiginlega, þetta er svona fyrst, við erum að kynnast núna. Þetta er eiginlega fyrsti þátturinn í þessu ástarsambandi sem er orðið á millakar hérna. Það má segja það. Voðalega eru þið dörti. Þar fór nú það. Ég meinti bara gott og svo bara þar fór nú það. Ég voru að syngja þetta rétt áðan. Þetta er yndislegt. Hugsunin var þessi sko að við myndum bæði blessa, svona jafnræða á milli. Og ég nefndi við hana Sibbu, svona í undirbúningi okkar fyrir þessu stund, hvort ég ætti ekki að flytja einhver keltneska blessun. Og af því ég er kelti í mínu kristidómi, svona einhver að segja, ekki segja biskupnum frá því, en ég er keltneskur í mínum kristidómi og það speglast í öllu sem ég segi og öllu sem ég geri. Og mér langar að blessa ykkur með keltneskri blessun. Megi Drottin láta sólargeisla sinn falla á gluggasilluna þína. Megi þú ævinlega hafa eyri í pingjuðinni að þú fái gefið öðrum. Megi Drottin vera styrkur stafur að þú fái stutt aðra. Megi Drottin vera ljós í lífiðinu að þú fái lýst öðrum. Megi englar Guðs fara fyrir þér, megi Drottin standa þér að baki, megi Guð vera með þér á lífsvegi þínum. Amen. Ég veit að hljómsveitin ætlar að, við vitum hvað kemur næst, þið viti ekki neitt, en ég veit að hljómsveitin er með 2 lög núna framundan. Ég ætla ekki að rjúfa eftir þessi 2 lög, svo kemur eftirspil, viltu að ég segja það þá? Segja hvað? Síðasta lagið. Já, endilega. Þá geymi ég það. Já, við skulum geyma það. Áslaug Helga.
blæða í Mercedes-Benz. Því bágt að puða og vera sandlens. Að ferðast með strætó hreint ekkert glens. Viltu blæða í Mercedes-Benz? Hey Guð, viltu sponsa eitt splunkunni grill og splæsa í sána? Það væri algjört breytt að grilla sér burger og veiða inn í skil. Viltu bæsa í splunkunni grill? Solo! Hey, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, Guð, viltu gefa mér viltu blæða í Mercedes-Benz? Því bágt að puða og vera samt lens. Fåna fyrir oss, trykker noen
Þetta var rosalegt. Ég ætla að segja ykkur af því að ég fengi tækifæri hérna í kvöld til að tala eins og ég sagði áðan börnin mín sem búin að birtast hérna upp á veggnum. Þetta eitt af þessu sem að Matti bað mig að gera og ég sagði, ertu búin að sjá hvernig þetta Þú þarft vélbyssukjaft til þess að syngja þetta. Þetta var ótrúlegt. En þetta bara, já, ég dáist að þér. Ég hélt bókstaflega að þetta væri bara ekki hægt. Og enginn myndi sjá neitt og skilja neitt og ekkert vita hvað það að segja. En komdu með mér heim þar sem gleðin tekin höndu tveim. Það ég fundi hérna í kvöld. Þannig að ég ekki að segja að ég sé komin heim. En gleðin hérna, það bara þannig. Ég veit að þau eru með lag sem eftirspil, þess vegna sagði Matti ég ætti að tala núna. Þetta enn eitt dæmið eitthvað sem ég segi við Matta og við svona einhverja diskusjón og ég segi, nei Matti, þetta ekki hægt. Þú getur ekki búist í því sem einhvern kristilegan texta við þetta lag. Það þekkja það allir og það aldeilis ekkert sérstaklega kristilegt við þetta lag. Og hvað ætlast eiginlega til þess að ég geri við þetta? Já, þú ræði því. Já, ok, en ég meina, mér líst ekkert á þetta. Var þetta ekki því ég var í Skotlandi? Jú. Já, einmitt. Ég var næstu búin að blóta núna, en hérna, máliði það að hann sendir á mig, og það voru 2 texta minni mig. Já, 2 lög sem hann vildi að ég semdi textan við. Bæði lögin voru þess eðlis sem ég sagði bara nei, koma, það bara gengur ekki upp. Það algjörlega fáránlegt að ímynda sér að það verði íslensku texti við þetta lag. Hitt lagi var Love Me Tender. Ertu ekki að grínast? Hvernig dettur í hug að ég, þessi aumi prestur upp á Íslandi, var að semja eitthvað texta við Love Me Tender sem allir þekkja utan að sem Love Me Tender. Skilur, það bara ekki hægt. Ég hins vegar einhvern veginn hvíslaði heilagur andi í eyrun á mér og þá gerði ég það sama eins og ég sagði við ykkur hérna með annar lag, sko. Love hurts, love gjörð, love mér tendra trúarljós, tilvist sérhvers manns. Sem þýðir að love me tender verður í hljómfattinu love mér tendra. Þannig að þú svona huglegt samtengir. Þetta ekkert svoleiðis sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna. Þetta var bara gjörsamlega út í hött. Ég sagði við Matta, ég geti þetta ekki, þetta bara glemdu þessu. Svo fór ég bara til Skotlands með konunni og svo erum við eitthvað að krúsa þarna í Skotlandi og ég finna síminn minn eitthvað svona og þegar við erum komin hérna inn, hvort það var í Aberdeen, þá tekið nú sé að það eru endalaus skilaboð frá honum. Og fyrst hvernig gengum með textana og síðan ertu ekki komið langleiðina með textana og síðan eru næstu skilaboð því þetta var bara svona dreng, ekki textandi tilbúnir. Svo ég fór nú að spjalla við hann og þá, ég segi við kona, ok, það komið smá mál, getum við ekki farið hérna inn á einhvern pub, þar sem þú getur fengið eitthvað drykk og við fáum okkur eitthvað smá þess að borða, ég þarf greinilega sinna þessu. Svo ég fer að tala við hann og það fór þannig að ég settist þarna við eitt barborðið með servéttur og penna. Og þannig urðu þessi 2 texti til á einhverjum pub í Skotlandi þar sem ég að reyna að hugsa einhverjar kristilegar hugsanir við. Og ég veið að segja, mér veist þetta hafa komið alveg þokkalega út, svona veldi ég fyrir mér, fyrst að ég get gert þetta á pub, hvað myndi ég gera inn á hóruhúsi? Ég myndi I would leave my hat on. Þetta það sem hann að biðja mig drengurinn. Að semja texta, ég gjör sannlega kolómögulegum aðstæðum. Ég setti þetta saman á servitunar, slóði upp inn á Messenger og sendi honum svona demo. Og ég hugsaði með mér, þetta kannski fellur þetta hljómfallinu og þetta kannski svolítið mikið í aðra átt. Heyrðu,
Ég fekk svarið, takk, byrjaður að rattsetja það. Búið, farið. Ég fekk aldrei tækifæri til þess að svona fínlega, svona aðeins að fínisera, laga til, sko, höfuðstaðurinn og vitlausum staði, whatever, ekkert svoleiðis. Bara, þetta bara hrátt. Og hugsiði, þetta sko, you ain't nothing but a hound dog. Já, það lagið, sko, sem ég fannst ómögulegt sem íslensk texta við. Við skulum heyra hvernig það kemur út. Alli, mækinn hans Rúnars. 2. Koma svo! Það óttalega hundur í mér. Þegar við sundur og sér. Ég vil heldur vera með þér en vera svona hundur í mér. Og það sagðist að fara för að fengi far. Og það sagði að því bara það ekkert svar. Ég vil heldur vera með þér en vera svona hundur í mér. Hvert ekki veginn sem þú gengur frá mér. Ég þekki veginn varla lengur en langa með þér. Ég vil heldur vera með þér en vera svona hundur í mér. Við trúum gangi saman með þér. Við finnum saman hvað gaman einnig Við göngum veginn saman við verum í lífi með þér. Og það sagði allir bara það ekkert svar. Ég vil heldur vera með þér en vera svona hundur í mér. Komdu þá, Mæsa, sagði krakka! Ég verð að segja, ég er rosalegri ánægður og mér þykir svo innilega vænt um þig. Og mér líður svona svolítið eins og ég hef verið prestur á rokktónleikum.
Og ég eiginlega bara prestur á Róktölingu. en aðeins svona, af því ég fekk að tala um börnum mín, þessi texti, ég veit ekki hvort voruð þið búin að fatta í hvers orðastað hann er samin. Ég talaði um uppstigningardag hérna í predikuninu minni, þegar Jesús segir þeim að hann sé að fara. Hann sé að hverfa. Þetta er samtalið á milli Tómasar og Jesú. Ég er að fara burt og býðu stað, svo kem ég aftur. En Tómas segir við hann, hei, ég vil ekki að þú farir, það er alveg ótrúlegur undir í mér. Hann sagði það reyndar ekki svona. en þetta er orðaskipti Tómasar og Jesú. Og þegar hann segir að hann sé að fara burt, þá er þetta viðbröð. Þess vegna segir hann, ég hef ekki hugmynd þennan veg sem hann tala um. En Jesús segir, veginn sem ég fer þekki þér. En Tómas segir, hei, við þekkjum ekki veginn. Hvert getum við farið þá veginn sem við vitum ekki hvert er? Skilja, halló, ég er ekki að fatta. Skilja, það er óttalegur hundur í honum og hann vill bara vera með Jesú og Jesú sé bara hjá þeim, eins og við öll viljum. En til þess að það geti átt sér stað, þurfti uppstigningardag. Hann er framöndan. Takk fyrir mig, elskurnar, þetta er æðislegt. Þetta er búið að vera algjörlega yndisleg kvöld og ég tek svo undir með Gunnari. Það er búið að vera svo mikið gleði hérna og þvílíkir hæfileikar, yndislegt að vera með ykkur. Gunnar kom inn að áðan. Kirkja er staður fjölskyldu, það sem að fjölskyldan kemur saman og við nærum okkar andlega mann. Og líka, þegar við komum saman, þá er partí. Þannig að við erum ekkert að fara að flýta okkur hér í kvöld. Við ætlum að njóta þess hérna frammi og það er alveg hlaðborð kaffiveitingum gegn vægu gjaldi og ég hvet okkur til þess að vera, njóta, það er enginn að flýta sér. Eigum yndislega samfélag út að við erum hvað? Við erum fjölskylda. Við elskum hvort annað og við viljum vera til staðar fyrir hvort annað. Þannig að þakka ykkur innilega öllsömmul fyrir komuna, Gunnar sérstaklega og þið öll og bara tónlistamenn, söngfólk, takk innilega fyrir ykkur. Þið eru æðislega. Gefum öllum gott klapp hér í kvöld. Gjöru svo vel, fáðu ykkur hlaðborði hérna frammi og ekkert vera að flýta ykkur. Lögheimilinu.